Hingað er kominn Guðmundur Magnússon, blaðamaður og sagnfræðingur. Guðmundur, þú varst að skrifa bók sem heitir Nýja Ísland, listin að týna sjálfum sér. Og ég bara spyr einfaldlega, þessi titill, að týna sjálfum sér. Já, ég held hérna að við öll þurfum svolítið að líta í eigin barm þegar við erum að horfa á það hvernig Íslands þjóðfélag hefur verið að breytast og hvað hefur gerst síðan á síðustu vikum. Bókin fjallar ekki sérstaklega þetta hörmulega slys sem að hér varð á haustdögum. Heldur þær miklu breytingar sem eru í aðdraganda þessa hruns og kannski skýra þær að einhverju leyti. Já, en sko þú segir að hér hafi verið, sko, þú ert í rauninni að lýsa leið samfélags frá því að það ríkir talsverður jöfnuður. Og þú einhvern veginn skrifar ekkert alveg upp á það að Ísland hafi verið eitthvað ægilega vont land áður en þetta. Nei, ég geri það ekki. Ég hef svona síðustu misserum verið talsvert hugsi yfir þeim breytingum sem að orðið hafa á íslensku þjóðfélagi á síðustu árum. Og í vetur sem leið þá fór ég má segja andaleit án miðilsaðstoðar. Ég fór að leita þessum gamla jafnaðaranda sem ég mundi svo vel eftir frá því að ég var að vaxa úr grasi. Og ég fór að hugsa það hvað varð þennan hugmyndaheim sem var svo ríkjandi þegar ég var yngri. Og ég sem sagt fór að kanna heimildir það og hvernig töluðum við þjóðfélagið og hvernig fannst okkur þjóðfélagið hér fyrir árum. Og mín niðurstaða svo að hér að minnsta kosti til skamms tíma hafi jafnaðarandi einkennt þetta þjóðfélag okkar. Og hann hafi verið sameiginleg hugsjón þvert á stjórnmálaflokkana. Þetta söng þetta hver með sínu nefi eins og gengur í stjórnmálum. Þetta hafi verið eitthvað sem allir málsmetandi menn töluðu fyrir mikilvægi þess að hér væri þjóðfélag þar sem að ríkti ekki óhóflegu munur í eignum og tekjum fólks. Hér væri enginn of ríkur og enginn of fátækur. Og ég held að við höfum verið bara tiltölulega gott þjóðfélag lengi vel og erum það auðvitað mörguleyti enn. En ég segi til mér frá því að í lok 9. áratugurinn sem gerð hér viðamikil rannsókn á íslensku þjóðfélagi. Það borið saman við önnur hagsælda þjóðfélög í heiminum eins og norrænu þjóðfélögin. Og þessi rannsókn, hún kemur mjög vel út fyrir Ísland. Hér er allt fínt, sko. Hér eru lífskjör mjög góð í samanburði við bestu lönd heims. Og hér eru kjör og samskipti með þeim hætti að til fyrirmyndar Þessum tíma hefur samt oft verið lýst eins og hann hafi verið skelfilegur verðbólga og hér hafi verið einhver örbirgð og ég er ekkert að horfa fram hjá því að það voru miklir annmarkar á ýmsum sviðum þessa þjóðfélags og þegar ég var yngri þá tók ég þátt í stjórnmálabaráttu því ég vildi hafa áhrif á að breyta ýmsu. Hvað var að í þessu gamla þjóðfélagi? Ef við köllum það ekki svo ýkja gamalt, en það sem var að var meðal annars það að hér voru of mikil ítök stjórnmálamanna, stjórnmálin voru of fyrirferðarmikil, til dæmis í bankakerfinu. Hér voru svona ættarveldi og klíkuveldi og svo var þetta í efnahagsmálum var þetta þessi gríðarlega verðbólga sem við réðum niðurlögum á með þjóðarsáttinni frægu. Og það var margt annað. Hér þurfti svona að lofta út sömu leyti, það þurfti að fá næringað utan inn í þetta þjóðfélag. Og margt fleira. Þannig að þjóðfélagið var sannarlega ekki fullkomið, en þetta var gott þjóðfélag og síðan gerist eitthvað, við viljum breyta þessu þjóðfélagi, það ríkir nokkuð mikil samstaða margt af því, annað ágreiningur, en það gerist eitthvað í þessu ferli, kannski þetta ferli, gengur þetta svo hratt fyrir sig að við gleymum gömlum gildum, förum of hratt í þetta allt saman og það gerist eitthvað sem breytir okkar þjóðfélagi. Og það gerist á alveg ofboðslega stuttum tíma og það kemur upp þessi nýja auðstétt. Já, ég held ekki að kalla hana annað. Ég til skamms tíma hefði ég nú veigrað mér við að tala í svona hugtökum, en ég held að það sé bara ekki annað hægt að gera. Það sem hefur gerst hér hefur þetta orðið til örfámenn ofur stétt ykkur, ofur yfir stétt, sem eru kannski menn sem við teljum á fingurum okkar, en síðan hefur þetta orðið hér vel sterkefna fólk, auðmenn sem eru kannski 1–2% þjóðarinnar. Og svo hefur bilið á milli þessa fólks og þeirra sem að vest hafa sem eru fátækastir og eiga erfiðast uppdráttar, það hefur breikkað og fólk, stórhópur, því miður alltof stórhópur í þessu þjóðfélagi, það sína tölur, hefur það bara alls ekki gott. Og það hefur einhvern veginn verið bara svona hálfbært. Og það hefur verið erfitt að tala þetta. Og stjórnmálamenn hafa verið feimnir við þetta, en sumir, það sé ekki að alhæfa, en það hefur verið svona að ná einhverju umræðum þetta hvað að gerast það hefur verið svolítið erfitt.
En þessi sem sagt breyting, hún svona kveikjan að þessari bók minni. En það gerist náttúrulega að það eru nýjar klíkur sem taka við. Já, það það sem eitt af því sem við vildum koma fram. Sjáðu til, ég einmitt að rekja það. Við sagðum, hér gamalt ættarveldi, hér kolkrabb og eitthvað svoleiðis, hér einhver klíkuveldi í viðskiptalífinu og annað. Hvernig á að leysa það vandamál? Jú, hugmyndin var svo að leysa það með frjálsum hlutabréfamarkaði. Með frjálsum markaði, stór aukinni hlutabréfa, eign almennings með 9 mönnum á vettvangi. Og þeir komu sannarlega, þessir menn, og þeir sögðu, nú allt breytt, nú búið að losa hinn flóknu eignatengsl og svo framvegis. Og nú gamli kolkrabbinn farinn. En hvað gerist? Það verður meiri samþjöppun, eigna, auðs og valda en nokkru sinni fyrir sögu þessara þjóðar. Og það snýst allt í höndunum á okkur. Þannig að maður, það liggur við að maður hugsa með söknuði til þessa tíma þegar Eimskip og sambandið drottnuðu hér yfir þjóðfélaginu. Ég ekki að segja það þannig kannski, en það liggur við, En á þeim tíma þá líka stjórnmálamenn orðnir einhvers konar undirsátar auðmannanna. Já, við vildum líka, og með réttu, losna við stjórnmálamenn úr ýmsum póstum sem þeir áttu ekkert heima á, eins og í bankakerfinu. Það var auðvitað óeðlilegt að stjórnmálamenn væru bankastjórar og bankaráðsmenn og svo framvegis. Það allir sammála þetta. Þess vegna við vildum gera bankana faglega og það töldum við best gert með því að einkavæða þá. En einkavæðing bankakerfisins virðist hafa orðið eitt allsherjar stór slys. Hún varð, eins og var ágætlega orðað í tímaritinu Vísbendingu, hún varð að bankavæðingu alls efnahagskerfisins. Og ég kveð fastar orði, ég segi, það varð hér bara bankavæðing alls þjóðfélagsins. Bankarnir fóru að ráða hér öllu og drottna hér yfir öllu þjóðfélaginu, yfir fyrirtækjunum, yfir heimilunum, yfir stjórnmálunum í raun og veru. Þetta er að mínu mati, þarna gerðist eitthvað sem við bara náðum ekki eða réðum ekki við, þarna var eitthvað þróun sem erfitt að skýra alveg. Og samfélagið var líka orðin einhvern veginn eins og þú bendir á risastór markaður, Já, ég gerir svo, sem sagt, fyrir utan það í þessari bók, ég að ræða það hvernig þetta bíl hefur breikkað í þjóðfélaginu, hvernig þessi gamla sameiginlega hugsjón allra flokka og allra málsmetandi manna jöfnuð víkur fyrir öðrum hugmyndum. Þá segi ég, það voru ýmsar aðra breytingar á þessu þjóðfélagi sem að ég mjög hugsi yfir. Tökum til dæmis rótgrónar hugmyndir okkar eins og þjóðareign. Þetta eitthvað sem að ég alin upp við, að sé sjálfsagður og eðlilegu þáttur og skýr hugsun á bakvið. Þingvellir eru ævinlega eign þjóðareignar, sagði Alþingi í lögum og svo má tala marga fleiri hluti. Svo seint sem 1988 þá setjum við í löggjöf að fiskimiðin séu sameign þjóðarinnar. Nú koma lögfræðingar og hagsmunaaðilar og segja, blása á þetta og segja að þetta bara della, hugmyndin þjóðareign ekki til, hún rögleysa. Og þetta svolítið hart að fá þetta framan í sig, Fyrst fiskimiðin tekin og færð fámennum hópi með kvótakerfinu og svo sagt að þetta sé nú áfram í eign þjóðarinnar og svo eftir nokkra stund þá allt í einu farið að segja að sameign þjóðarinnar, það hugtak bara rögleysa. En ertu þá að mæla með því að við notum tækifærið og breytum kvótakerfinu? Já, ég held að við ættum að hugsa til þeirrar sáttargjörðar sem að auðlindanefnd bauð árið 2000 og ekkert hefur eiginlega orðið úr. Hún bauð það upp á það og hvatti til þess að við festum með skýrari hætti í stjórnarskrá ákvæði þjóðareign á auðlindum, öllum náttúruauðlindum, þar á meðal fiskimiðum. Ég held að við þurfum að hugsa þetta allt saman upp á nýtt og eins og það var verið að nefna hér í þættinum hjá þeirra áðan, þá hefur þetta bara snúast við, nú erum við að taka við kvótanum aftur þjóðinni í gegnum ríkisbankana. Þetta voða skrítið ferli allt saman. En það fleira sem að gerast á þessu sviði, sem ég að nefna. Við höfum hér frá bara landnámstíð, frá því að við Íslendingar verður til sem þjóð, þá hefur eitt að lykil hugmyndum okkar við frjálsförum landið. Og þetta hefur verið að breytast á allra síðustu árum, að meira bera þeirri hugmynd að landið sé eitthvað sem að megi loka fyrir hluta þjóðarinnar, eða fyrir þjóðinni og sé bara í einkaeign örfárra manna. Það eru hér mjög rótgrónar hugmyndir það að náttúra Íslands, náttúruperlurnar, séu með einhverjum hætti sameign okkar og við höfum rétt til að umgangast landið, að fara hér frjálsa ferð okkar það allt. En meira ber á því að það hefur verið að loka með skiltum eins og einkavegur, með girðingum og öðru. Og það eru auðmenn að kaupa upp heilu firðina eins og Vopnafjörð.
Þetta er mjög óeðlileg þróun. Sko, hvernig finnst þér að, nú er náttúrulega ljóst að fall margra þessara auðmanna er mikið. Hvernig finnst þér að þeir eigi að sættast við þjóðina? Ég hef hvatt til þess og að þeir snúi aftur með þær eignir sem ef þær eru enn til einhvers staðar í útlöndum og það virðist vera, þeir eigi talsverðar eignir sem í hverju. Það er hvatt til að þeir komi með þær og leggi þær í okkar sameiginlegu sjóði, komi hér aftur með það og reyni þannig að draga úr þeim skaða sem að hrun bankakerfisins hefur valdið. Ég hef auðvitað finna vissan til með þessum mönnum vegna þess að staða þeirra hefur auðvitað gerbreyst og þetta er sársaukafullt fyrir þá líka sem einstaklingar. En þeir eru ennþá að manipúlera gegnum fjölmiðlana. Já, það er alveg ljóst. Þeir eignuðust fjölmiðlana og þeir eru ekki búin að sleppa tækina þeim, það er svo augljóst í sumum fjölmiðlum. En það er mjög skrítin og staða og sem veldur mjög miklum áhyggjum. Hver er staða íslenska fjölmiðla í dag? Það virðist sem að það sé algjörlega óljóst hverjir eiga alla helstu fjölmiðla á Íslandi. Það er ekkert að svara því í dag. Mennirnir sem eru skráðir fyrir fjölmiðlunum, þeir geta ekki svarað því. Átt þú þennan fjölmiðl, átt þú Morgunblaðið, átt þú Fréttablaðið, átt þú Stöð 2. Það getur enginn svarað þessu. Þetta er þetta furðuleg staða í vestrænu þjóðfélagi. Guðmundur, þú hefur verið sjálfstæðismaður. Já. Ertu sjálfstæðismaður ennþá? Ég held að allt sem ég er að segja í til dæmis þessari bók rýmir alveg við þau grundvallargildi sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið fyrir. En það er ekki þar með sagt að ég sé sáttur við allt sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur að gera á síðustu árum eða ber ábyrgð á, alls ekki, og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eftir 17 ára samfelldan feril, hann standi nú aldeilis frammi fyrir því að uppgjöri á sinni sögu og sínu verkum og það er eitt af því sem flokkurinn verður að hugsa hvað fór úrskeiðis. Guðmundur, ég mæli eindregið sterklega með þessari bók sem er svona einhvern veginn byrjun í því að fara að hugsa þessi mál í svona sögulegu og röklegu samhengi. Fáum Jóhannes Björn hérna rétt á eftir.